Góðan daginn, kæra hlustendur, og verið velkomin í þáttinn. Góð samskipti mikilvægur hlekkur í áttina árangursríku lífi, en góð samskipti líka nýr samstarfsaðili þáttarins. Góð samskipti ráðgjafafyrirtæki sem opnaði sérstaka ráðningadeild núna í sumar, en Andrés Jónsson, mikilmeistari og stofnandi góðra samskipta, segir tækifæri til að fylla í það skarð sem Capacent skildi eftir sig, en auk þess tímabært að taka ráðningar upp á næsta stig á Íslandi. En Tinni Kári Jóhannesson, fyrrverandi ráðgjafi Capacent, stýrir núna ráðningadeild góðra samskipta. Þau leita að fólki í stjórnunarstöður sem ekki endilega að horfa í kringu sig eftir starfi. Hann segir fyrirtækið ætla sérstaklega að vera bandamaður fyrir konur og ungt fólk á vinnumarkaðnum, og þá hyggjast þau sér á sig í að finna umbreytingastjórnendur og fólk sem getur bæði leitt verkefni og hrint þeim sjálft í framkvæmd. Það eru tveir góðir eiginleikar sem fara vel saman. Góð samskipti hafa vakið athygli fyrir val sitt á svokölluðum 40-40 lista yfir stjörnur og vonarstjörnur í viðskiptalífinu 40 ára og yngri. Þau hafa farið með yfir 100 æðstu stjórnendur á Íslandi í gegnum krísu og fjölmiðlaþjálfun á síðustu 5 árum, en fyrirtækið vill vinna með stjórnendum sem aðhyllast árangursmenningu og nálgast starfsferilinn eins og afreksfólk í íþróttum. Þess má geta að áðurnefndur Andrés Jónsson, stofnandi góðra samskipta, verður með hádegisfyrirlestur á Zoom á vegum Stjórnvísi 18. nóvember næstkomandi, sem öllum opin. Yfirskriftin Tækifærin á vinnumarkaði COVID og skráningin á vef Stjórnvísi. Vinnumarkaðurinn í COVID, maður, hann hefur ekki séð annað eins. Gestur þáttarins veit allt um það mál, Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Hann hefur fengið að reyna á sjálfan sig í krísustjórnun, enda flugrekstur víða heiminn búinn að líta mótvind í takt við meðvind síðust ár. Efnahagshrunið 2008, Eyjafjallajökull, kyrrsetning Max-vélana, samkeppnin við WOW Air, en ekkert eins og heimsfaraldurinn sem nú geisar. Allt frá sjónarhorni Boga hér rétt á eftir. Til þess að auðvelda og einfalda lífið þitt fást núna í öllum krónuverslunum og snjallverslun krónunar, Krónusúpurnar. Stundum nennir maður bara ekki að elda og þá hægt að grípa með sér Krónusúpu sem ódýr, holl, góð og gerist ekki einfaldari hvað matreiðslu varðar. Þetta bara að opna, hita, borða. Súpurnar finnur með því að elta ódýrt merkið í verslunum krónunar, en ódýrt merkingarnar leiða þig að ódýrustu vörunni í hverjum vöruflokki fyrir sig. Þannig getur þú tekið upplýsta ákvörðun hvort þú viljir spara eða gera vel við þig í tilefni dagsins. Til þess að gera hreint fyrir dyrum mínum þá fekk ég mér koffínlaust kaffi áðan í fyrsta skipti. Klukkan 5 núna, eða 17:39, hún er allan að vel gengin 6, getur við sagt, og mér langaði kaffi, þannig ég smelti koffínlausu kaffi Hilki í Sjöstrand Hilkjavélina. Fallegasta Hilkjavélina á markanum, tímalaus úr ryðfríu stáli. Hilkin úr náttúrulegum efnum sem brotnar hratt niður í umhverfinu, og svo þetta bara gott kaffi. Það nú það sem við viljum, svona í grunninn. Sjöstrand.is fyrir meiri upplýsingar. Oliva einnig styrktaraðili þáttarins, en hjónin Ása Reyins og Emil Hallfreðs eru orðin hálf ítölsk, ef ekki 3/4 ítölsk, þar sem Emil hefur leikið knattspyrnu á Ítalíu síðastliðin 12 ár. Fyrstu vörurnar sem kynntu á markað voru hágæða ólífuoljur sem á notið mikilla vinsælda, enda slík olía ein besta fita sem völur á fyrir mannslíkamann. Svo góð að olían fylgdi íslenska landsliðinu á HM í Rússlandi, enda mikilvægur partur af góðri næringu íþróttamannsins. Síðast en ekki síst það Origo sem útvega allan þarfan búnað fyrir fjarvinnuna. Tölvur, heyrnartól, skjáir og fleira. Origo.is. Vindum okkur í þáttinn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Gjörið þið svo vel. Klárislega? Ég held það, jú. Mér sýnist það. Já. Bogi Nils, takk hérlega fyrir að koma í spjall. Takk fyrir að bjóða mér. Þú ert forstjóri Icelandair og staða fyrirtækisins svona eitt mest spennandi viðskiptamál ársins líklega, en samt lýsur þú sjálfur þér sem óspennandi persónuleika. Það bara eitthvað sem gerist þegar maður verður löggildur endurskoðandi? Ætla mig ekki segja það, já. Maður hefur verið svona í þessum tölum alla sína tíð og það kannski ekki rosalega spennandi fyrir mjög marga, og verið svona í þeim geira svolítið og fyrir utan sviðsljósið og verið svona bara, hvað maður segja, low profile, þannig að svo allt í einu gerist þetta á þessu árið, þetta verður og raunni á síðasta árið þegar þetta Max-mál kemur upp og raunni vámálið og undan því, bara fljótlega eftir að ég tók við mínu starfi sem forstjóri þegar Bubbi hætti, að þá svona fór okkar fyrirtæki mikið í sviðsljósið og þá ég óhjákvæmilega líka sem að svona hefur ekki alveg verið, hvað að segja, eins og ég hef verið í gennum tíðina, maður er svona frekar verið á rólegum nótunum og tilbaka. Já, hefur alltaf verið þannig, bara frekar svona hóvar og lítillátur? Já, ég hef allan ekki fundið mikla þörf fyrir það að vera einhverju sviðsljósi eða láta á mig byrja, alls ekki. Nei, einmitt, og það, svona í rauninni eina sem maður sér að þeir eitthvað fréttatengt, sko.
Já, maður hefur, eins og segja, ekki mikið verið í fréttum, kannski sem betur fyrir bara, og bara gengið ágætlega í lífinu og bara ekkert búrist neitt á og svo gerist þetta, bara 1, 2 og 3 og eins og þú segir, þessi saga okkar á þessu ári, Icelandic Group, hefur náttúrulega verið mjög áhugaverð þessu ári, við erum búin að vera í miklum ólgusjó og hjákvæmilega mikið þá í fréttum og fjölmiðlum og verið mjög ábyrjandi og sem betur fyrir tókst þetta verkefni, stóra verkefni sem við vorum í mjög vel og kláraðist þannig í september með vel heppnuðu hlutafjárútboði, þannig að okkur tókst að klára þetta verkefni mjög vel og fundu fyrir miklum stuðningi náttúrulega hjá almenningi og fjárfestum og frábært að bæði almenningur og fjárfestar hér á landi hafa sömu sína og tækifæri okkar viðskiptalíkans. Einmitt, já, langar að fara eins dýpra í þetta með þér rétt á eftir en svona framan af í spjallinu, bara Bogi Nils sjálfur, þú ert vorum að ræða, þú ert að austan. Ertu fættur þar? Nei, ég er enda fættur á Akureyri, bjó þar fyrstu 7 árin, náði 1 ári í Lundaskóla og ná aðeins svona káa náði í svona hjarta á mér, þannig að ég hef alltaf verið svona káamaður inn við beinið. Þetta er það minni hlutið eða? Er ekki fleiri Þórsarar eða er ég að rugla þessu? Nei, ég held að káa sé nú miklu stærra félag. Ja, miklu stærra, ok. Þess vegna heyrir svona hátt í Þórsarunum. Já, það er allavega, ég tel það sko, en og er káamaður svona, já, í hjartanu, en síðan flytti ég austur 7 ára. Pabbi minn lögfræðingur var tók við sýslumannsembættinu á Eskifirði í Suðurmálsýslu og ég er þar alveg alinn upp á Eskifirði og þar var frábært að vera, maður fór mjög ungur að vinna í fiskinu þar og það var ómetanleg reynsla og ótrúlega skemmtilegt, maður náði svona í maður náði til þess að vinna svona í síldarvertíðum sem var ótrúlega gaman. Hversu ungur eru að tala um? Já, maður feir bara að vinna, þú veist, 11, 12, 13 ára, ég man ekki nákvæmlega hvenar. Komin í síldina? Síldina og saltfisk og páska og þannig að þetta var mjög skemmtilegt, þannig að maður byrjaði til ungur að vinna bara talsvægt mikið og sem að er frábær reynsla og hafa gengið í gegnum þetta allt saman fengið að sjá út á hvað þetta gengur og hvernig við Íslendingar komast á lappirnar, það var náttúrulega mörguleiti gegnum sjávarútvegi. Já, það er mitt, það er alltaf, þetta er náttúrulega svona einhverju leiti smá forréttindi í dag sko, maður kemst ekkert í einhverja svona þrælkun í dag sko, sem 12-13 ára pjakkur. Já, ég hefði alls ekki allavega viljað missa af þessu, þetta var ótrúlega gaman og það kom allavega einu svona 2 svar fyrir að maður var að vinna í síld framöndu nóttu og fór bara beint heim og ekki einu sem sturtu, bara skiptum föt og beint í skólan. Grunnskólan bara? Já, grunnskólan, þetta var í 8. eða 9. bekk, ég man að mamma var ekki sérstaklega ána með þetta, en kennararnir höfðu alveg skilning á þessu, því þeir vissu hvað þetta snýrist og voru aldrei upp í þessu sjálfur, þannig að þetta. Og hvað þetta er fjærstætt mínum raunveruleika, að einhver samnefnandi minn var að mæta í skólan búin að vinna í síldinni alla nóttina. Já, við vorum nokkur í þessu og nokkur, þetta var eins og bara mjög skemmtileg reynsla og skemmtileg minning líka og frábærir persónuleika sem að kynntist í þessu. Já, hvað er eiginlega Eskifjörður stór bær, í fjölda? Á þessum tíma vorum 1100 mann sem að bjuggu hana. Já. Og mikið líf og frábært fyrir ungt fólk að alast hann upp og börn, já. Og þarna var náttúrulega mjög auðvelt að stunda íþróttur, ég var mikið á skíðum og golfi, þarna var mjög skemmtilegur 9 hólu golfvöllur og maður byrjaði í golfinu þarna bara 7 ára og í fótbolta og þannig að þetta var bara frábært, frjálst og skemmtilegt líf. Og þú ákveðið síðan að fara í verslunarskólan? Já, ég fór í Versló og þá bjuggu mamma og pabbi ennþá fyrir austan og amma og ég var náttúrulega með fjölskyldu hér og aðstandendur, þannig að þetta var nú tiltölulega og bróðir minn var hér í skóla líka, þannig að þetta var tiltölulega auðvelt og fór í Versló og svo ári síðar þá flytja mamma og pabbi söður líka, þannig að ég kláraði Versló, já, og það var skemmtilega tími líka. Og ertu á bara, ég veit nú ekki hvernig það var sett upp þá, en varst á einhverju svona viðskiptabraut eða sviði þess að þar? Ég hef nú verið spurður aðeins upp á síðkast á hvaða braut ég var í Versló, sko, en ég man allavega ég var ekki að mála braut, en nákvæð þetta var svona meira hagfræði og viðskiptafræði, já. Einmitt. Og út af í kjölfarið þá ferðu í viðskiptafræði í Háskólanum, Háskóla Íslands, og ég bara svona veltaði fyrir mér, varstu komin hérna með einhverja áform það sem ég langaði að gera, eða varstu bara aðeins að fljóta í gegnum þetta og hugsa svona viðskipti, það er eitthvað sniðið þetta að hafa? Ég var svolítið mikið bara að fljóta í gegnum þetta, ég fór alltaf austur, ég kynntist nú konunni minni fljótlega hana, við reynda kynntust bara þegar við erum börn, hún er æskverningur eins og ég og þannig ég fór alltaf austur að vinna á sumrin með bæði Versló í Háskólanum og ég var ekki búin að móta minna eina stefnu, ég man nú reyndar eftir því þegar ég kláraði Versló og fór austur að vinna
og spila með Austra-Eski fyrir í fótboltanum og sem var ótrúlega skemmtilegt svona, líka að ég ákvað með einu félaga mínum að nú ætla ég bara að taka mig frí frá skóla og vera fyrir austan þennan vetu semst eftir Vestló og Síldin kallaði. Við vinna í síldinni og einhverju hana og bara ná mér í smá pening og fara kannski í einhverja ævintýra ferð til útlanda og svo man ég eftir því að pabbi ringdi í mig hérna bara áður en að rétt kvöldið áður heldur en held ég að loka fyrir skráninguna í háskólan og það var náttúrulega ekki GSM símar þannig að ringdi bara hann í heima síman hjá tengdaforeldrum mínum og sagði hérna bói heldur þetta sé nú rétta leiðin þá að fara ekki áfram í háskóla og ég hugsaði þetta eitthvað í 1 klukkutíma og skráði mig og þannig að þetta var svona bara ákveðið flæði og tilvílanir, það var ekki einhver markmið að stefna að setja upp sem að fylgdi og fór í viðskiptafræði, sko, það var kannski eðlilegt framhald af Vestló og ég hafði áhuga á þessum tölum og því öllu saman og það lá vel fyrir mér, þannig að það svona mega alveg sens. Já, en þú ætlaðir í svona einhverju ævintýrareisu, þetta náttúrulega eitthvað sem var bara ákveðin standard á nokkrum árgöngum áður en að það var bannað að fljúga, en þótti þetta eðlilegt á þeim tíma að fara í einhverju svona ævintýraferðir? Ég veit ekki hvort þetta kallar þetta ævintýraferð, það var kannski meira að hugsa sem einhver svona jamferð, sko. Nó, ok, þú ætlaði bara til Spánar. Það eitthvað svoleiðis, ég held að það hafi verið meira að hugsa þannig, sko. Ok. En já, þú veist, maður veit ekki á hvaða stað maður hefði lent ef maður hefði farið í jamferðina, sko, en ég er hér í dag. Já, við tökum því bara. Þú klárast þetta háskólan og ert þá orðin viðskiptafræðingur, en síðan fyrir að vinna hjá KPMG, eða ekki? Jú, en sko eftir háskólan þá fór ég austur aftur að vinna, þá var ég komin í svona skrifstofuvinnu, ég vann bæði fyrir austan í útibúi Landsbanka saman með háskólanum á sumrin og síðan 2 síðustu sumurin, eða síðasta sumarið áður en kláraði háskólan og svo eftir ég kláraði háskólan þá var ég að vinna á skrifstofun hjá Hraðstofs Eskifjarðar í bókhaldinu þar og fór sem sagt þangað eftir að ég kláraði viðskiptafræðina fyrsta sumarið og þetta var voru 93 og þá var hagkerfið svona í hægagangi á Íslandi og tiltölulega erfitt fyrir útskrifaða viðskiptafræðinga, nýútskrifaða viðskiptafræðinga að fá vinnu og ég útskrifast af endurskoðunarbraut og frændi minn, bróðir pappa, hann rak KPMG á þessum tíma, var einn af stofnendum KPMG og það var hann félagi minn sem útskrifast líka úr háskólanum af endurskoðunarbraut á sama tíma sem var Jón Sigurður Helgason sem var sonur annars stofnanda og ég var svona að reyna að fá vinnu hjá KPMG en þeir voru mjög tregir til vegna þess að það voru erfiði tímar hjá þeim og ekkert verið að ráða, það var frekar verið að fækka fólki og þeir voru svona með ákveðna strækjutí á þessum tíma að vera ekki að ráða svona tengt fólk. Þannig að ég fór hann á austur og var búin að sækja hér og þar og hjá ríki, það var svolítið mikið bara ríki að taka viðskiptafræðinga á þessum tíma. En hann sumarið þá var ég náttúrulega vinn í bókhaldinu hjá Hraðstofs Eskifjarðar og Deloitte var að endurskoða það félag og þeir buðu mér vinnu, þannig að ég hringdi hann í frænda minn og sagði, þetta væri allt saman list, hann þyrfti ekkert að ágjöra þessu og þyrfti ekkert að fara að tróða mér inn í félagi gegn einhverju stefnu. Og svo bara laukti í samtali, en svo hringdi hann aftur svona klukkutíma síðar og sagði, Bói, þú ert ekkert að fara að vinna hjá Deloitte, þú ert að koma til KPMG og við fórum báðið þangað, ég og félagi minn, Jón Sigurður, sem reyndar enn þar og ég var þar í 11 frábær ár. Já, þú ert svolítið lengi þar, þú ert finnur þið alveg þarna í endurskoðanda bara starfinu? Já, þetta var mjög skemmtilegu tími og mér gekk vel og félaginu gekk vel og... Er þetta svona þínu styrkleikar að bara grúski í tölunum og stemma á og svona? Þetta er náttúrulega svolítið, hvað að segja, ferli. Svona fyrstu árin þá ert í hálfgerðu námi hjá KPMG. Í KPMG því eftir 3 ár ferðu í prófi í löggildingu og þá ertu náttúrulega bara í rauninni að vinna eins og geðsjúklingur og já, maður vann mjög mikið, allt og mikið, ég eignast nú tvíburu hann á þessu tímabili, þannig að það lendi allt á konunni, en maður sér eftir því í dag, það var bara, þannig var það og maður vann, eins og segi, bara myrkran á milli og fer svo í þetta próf eftir 3 ár og svo er þetta ferli og maður verður löggiltur endurskoðandi og síðan meðeigandi og hann þetta, og fyrstu árin ertu náttúrulega eins og þú lýsir, svolítið mikið að stemma af og skoða fylgiskjöl og allt þetta og þar byrjaði svona persónuleikiðin að dvína. Já, svo þróast þetta yfir í það að þú verður svona fer meira yfir í það að stýra verkefnum og vera nær þá stjórnendum í fyrirtækjum og í þessum samskiptum ekki eins mikið í þessum, hvað að segja, í þessari handafinu.
meira svona horfa á heildarmyndina og já, fara yfir hlutina með stjórnendum og svo fer maður inn í það, inn í stjórn KPMG og svona, já, stýringun á því öllu saman, þetta bara mjög skemmtileg þróun og var mjög skemmtilegt og frábært fyrirtæki og enn. Hvernig kemur það til hvaða koncept þetta að maður gerist alltaf meðeigandi í þessum fyrirtækjum? Ég meina, ég er nú ekki að segja að gera það allir, en þetta er svona svolítið hjá endurskoðunarstofunum. Það er hjá, já, bæði endurskoðunarstofum, lögfræðistofum og fleiri geirum sem að þessi strúktúr er settur upp svona í rauninni, að þú vinnur því upp í þetta og það er náttúrulega mjög mikilvægt líka að þeir sem er að vinna hjá fyrirtækinu mjög lengi og gengur vel að þessu tengdir í rauninni hagsmunum þá félagsins, þannig að þetta er að mínum mati skynsamur strúktúr. Já, og það er væntanlega mikil vinna sem liggur á baki að ná því að verða meðeigandi eða eitthvað. Allavega var þetta á þessum tíma, þetta er eitthvað aðeins breyst, en já, vinnan hann var gríðarlega mikil, maður var eiginlega bara myrkar á milli og vinnan var bara í fyrsta, öðru og þriðja seti, það var svolítið þannig, en sem betur fyrir hafa tímanir aðeins breyst, þannig að menn eru meira að taka engalífi til fjölskyldunar og þess að sem að við gerðum ekki alveg nógu mikið á þessum tíma. Já, er þetta búið að breytast? Já, ég held að þetta hafi breyst eitthvað, ef þetta er alltaf mikil vinna hjá stofunum á þessum álagstímum, þessum uppgjörstímum, en ferðlarnir hafa styrst og þannig að og er svona vinna meira gegnum gangandi yfir árið, þannig að ég held að álagsbúndanir hafi minkað eitthvað, en þeir eru samt miklir. Var ekki vel tekið það þegar þeir eru að kona eins og ólétt að þetta séu síðan tvíburar? Jú, það var náttúrulega bara frábært. Ég man einmitt að þá var ég að vinna fyrir austan, konan henni í bænum, ég var að vinna bara einhverju verkefni fyrir austan og Egilsstöðum og hún ringir inn og segir mér þessi tíðindi og þetta var náttúrulega bara mjög skemmtilegt surprise. Já, en þegar þú vart í svona miklu vinnutörni, ég meina eins og þú segir, þú varst svolítið aktífur og varst í fótbolta og skíðum og náttúrulega golfi og svoleiðis, var eitthvað tími fyrir það þarna í KPMG? Ekki þetta ráði, eins og ég sagði aðan, þá fór ég alltaf austur og spilaði fótbolta með meistaraflokki Austra Eskifirði. Austra Eskifirði, heitir það? Það hét það og er til enn í dag, en nú er þetta spilaður undir nafni Fjarðabyggð, það er búið sameina hann og nokkuð lið. Og þetta var frábær tími og frábærir leikmenn sem voru með mér í liðinu og síðan þegar maður, ég held að það hefði verið þegar ég var 23 ára, þá hætti ég þessu og fór þarna fljótlega að vinna hjá KPMG, en þá var maður svona meiri áhuga maður í þessu og ekkert að reyfa sér neitt skipulega. Ég man það eins og ég segi, mjög mikil vinna alltaf og svona klukkan 5-6 á daginn þá fór maður og fekk sér Prins Pólo og kókurugla og þannig að ég byrjaði að KPMG 93 og ég man það svona 2003, þá var ég búin að bæta á mig svona meðaltali 2 kílóum á ári. Það er rosalega aukning. Cirka, þannig að ég man alltaf í febrúar 2003, það var reynda búin að vera í mikilli vinnutörn, búin að vera að fljúum allan heim í tengslu við hugsanlega sameiningu á Sölumestu Hrafnstússon og Iceland Seafood, eða gamla Síf, og ég stegi á viktin hann einhvern veginn í februar 2003 og þá í framhaldi af því keypti ég mér kort í vörklass og hef verið þar síðan en þangað til þetta COVID ástand skall á, ekkert neitt með rosalega skipulugum hætti en gert eitthvað og ég náði svona miklu betri tökum á þessu og hefur svona haldið því alveg sæmilega síðan Býtu, hvaða tölu sástu þarna? Þú sem endurskoðandi, þú getur ekki sleppt tölunum núna? Já, þetta var allavega, ég fór aldrei í 0,1 tonn en ég svona fór nálægt í 0,1 tonn en já, vel yfir 90 kíló sem var ekkert og ekki, mjög lítið að af öðum þannig að meira Prins Pólo meira Prins Pólo Ok, en þú ert aðeins að undirspila það að þú sett bara fyrir rektin og þú ert hörku golfari Já, ég býja því að hafa byrjað mjög ungur í golfi 7 ára pappi og bróðar minn tóku mig í golfið það var verið að byggja upp öll á Eskifirði og sem betur fyrir þá fekk ég að fljóta með því að þetta er frábært sport á mínum mati og kona mín í þessu og strákurinn minn var í þessu fullu og við spilum mikið saman og pappi og bróðir minn, þetta er frábært fjölskyldusport og fólk á öllu level getur spila saman og svo hefur þetta líka komið sér vel í viðskiptum, maður tengist, hvað að segja, viðskipta aðalum mjög vel eða lappar með þeim í 4 tíma til dæmis og spjallar við á og það hefur komið sér vel hjá mér ofta tíðum. Sér þið ýmsar hliðar á fólkinu? Já, þú sér bæði ýmsar hliðar, að mínum mati svona hægt að
einhverju leyti sjá hvernig persónulegin leikin að spila með honum þegar þú spila með honum golf og svo líka bara þú hérna kynnist aðalónu vel þannig að þú getur bara, ég hef dæmið að því, maður getur hérna það verður eitthvað komið upp á í vinnunni og við þurfum einhver aðstoð hjá einhverju flugfélagi út í heimi eða einhverjum flugvélaframleiðanda og þessi var með hérna kunni þetta eða hafði aðgang á þessu og þá gæti maður bara hringt í hann og sagði við spilum golf hérna saman og þá bara græjuðu slutinni sko, þannig að þetta hefur margótt komið sér vel og þetta er eins og margar aðrar íþróttir, frábært sport. En hversu, sko, þú ert nú ekki bara svona, ég veit að þú myndir örugglega lýsa þig bara sem áhugamanni frekar en atvinnumanni, en þú ert alveg með, hvað ertu, 4 í forgjöf? Ég er með 4 í forgjöf, en ég er áhugamaður af því ég æfi aldrei golf, ég fer bara út og spila og við búum hann rétt hjá mitt á milli Korpúlfsstaða og Grafarholts, þannig að það er mjög auðvelt fyrir okkur hjónin að fara bara eftir kvöldmatt á sumrin og þá stökkum við 9 holur oft og ég fer líka ofta á morgnana bara einn eða með einhverjum stundum í tengslu við viðskiptin hérna og við mætum klukkan 6 og spilum 9 holur og maður er bara komin í vinnuna klukkan 8 og það er frábært og þetta er líka frábært bara eins og maður fann það í sumar í öllu þessu álagi út af þessar endurskipulagningu að geta hoppað aðeins út á golfvöll og kúpla sér algjörlega út, það var ómetanlegt. Já, þetta var svona þitt afdrep. Já, það var svolítið þannig sko. Maður bara fór út og bara seint á kvöldin oft á korpuna þegar það var hérna bjart og fallegt og þá var maður ekkert að hugsa annað heldur en bara hitta boltan sko. Já, einmitt, ég geti nú rétt ímyndað með það að hérna, þú þurfur að kunna svolítið að kúpla út þegar að öll athyglin og augun eru á þér og þínu starfsfólki. Já, en það hefur nú alveg gengið ágætlega, þó hefur gengið mikið á að þá hefum, þú veist, ég er ekkert að taka þetta mikið inn á mig, maður er bara í þessu og gerir sitt besta, með frábært náttúrulega fólk með mér og svo stuðningu finnum maður bara í þjóðfélaginu og þannig að maður er bara í þessu hlutverki og var bara að reyna að sigla félagin í Öðrugahöfn og það tókst en ég var ekkert mikið að, þú veist, að taka þetta inn á mig, ég svaf alveg og sef alltaf mjög vel og hérna það allt saman, þannig að ég næ að, hvað ég segja, halda álaginu frá mér svona þegar áþarf að halda ég næ einhvern veginn að stilla mig þannig af að ég er ekkert að breyta hlutunum með að hafa rosalega áhyggjur að þeim sko þegar maður er lagstur á kottan en ef þetta kemur að fyrir að hérna, maður fer að hugsa um einhverju hluti en það er mjög gott að mínum að í þessu starfi að geta og bara lífsnauðsulegt að til dæmis að geta sofið og hvílt sig vel. Þetta hljómar eins og þetta sé bara svona persónu einkenni hjá þér, frekar heldur en eitthvað sem þú ert að gera markvisst. Þetta, þú veist, ég hugsaði strax bara þegar þetta var hérna, í bara fullum gangi og hérna bara svona, hvernig ætli bóga líðin? Þú veist, það er bara, þetta er örugglega svo gríðalegt álag og ég held að fólk nái svona misvel að höndla þetta. Já, það er örugglega rétt að hérna, fólk nær misvel að höndla þetta en sem betur fer þá hérna, hefur það tekist hjá mér 7-13 en þá og á þess að vera að vinna eitthvað markvisst eða kerfisbundið í því að hérna, ég næ alveg að kúpla mig út og ég næ að hérna, bara að sofna vel og ég læti ekki áhyggjurnar að trufla svefn og þess áttar, það hefur bara gengið vel og, hérna, og bara alltaf hjá mér einhvern veginn sko, já, á þess að hafa verið með einhverja markvissa vinnu í því, það er bara eitthvað sem að gerist. Svo lengi sem hún er 9 hólum? Já, auðvitað, þú veist, þetta er það oft út en það er mikilvægt líka að hreyfa sig við löpum líka mikið, maður á hund og á þess að vera einhver svona, hvað var að segja, mikill íþróttamaður það er heldur ekkert kerfisbundið að markvist hjá mér, ég bara tel að allt sé svona gott í hófi, að hreyfa sig eitthvað og reyna svona að vera sæmilega skynsamur í mataræði og svo náttúrulega svefn ótrúlega mikilvægur í þessu öllu saman þegar álagið mikið í vinnunni. Nákvæmlega, já, þetta er í grunninn er þetta einfalt sko. Svolítið, þetta er svolítið svona common sense sem að hérna manni tekst ekki alltaf að fylgja en svona í flestum tilvikum sem betur fyrir. Já, ég vona að þú verður síðan ekki komið með eitthvað svona kulnunar reynslusögu eftir 3-4 ár. Ég vona það líka, nei, ég hef nú ekki trúið því að ég hef náttúrulega ótrúlega gaman af þessari vinnu, þetta er frábært fyrirtæki, frábært starfsfólk og alltaf eitthvað nýtt að gerast og síðan ég tók við 2018, höstu 2018, þá verður þetta frekar verkefni verið svona á, hvað var að segja, þetta verið frekar verið mótvindur, frekar hitt, en það þýði það að mínum mati, það fyrir að styttast í meðvendin, þetta verður ekki alltaf svona. Nákvæmlega. Já, þú segir að tekur hérna við 2018 og það er sem forstjóri, þú varst komin til fyrirtækisins 2008 eða ekki? Jú, hausti 2008, þá ég réði mig í septembermánuði við Bubbi, Björgólfur Jóhannsson, sem var forstjóri undan mér, við unnum saman hjá Icelandic Group, gömlu sölumestur Hafstúsuna
Þetta ansi flókið, Icelandic Group, Icelandair Group og Icelandic Group sjávarútvegsfyrirtæki. Já, þetta var það þannig hérna í mörg ár eftir að við byrjum saman að vinna hann í Bubbi hjá Icelandair Group. Það var alltaf verið að segja við okkur, svona við vorum í kynningafundi, að við værum alltaf að segja Icelandic Group, ekki Icelandair Group. Það var alltaf verið að leiðrétta okkur, en ég held að hafa ekki verið rétt, það bara heyrst svona, þetta svo líkt eins og þú segir, sko. Já, Icelandic Group, það var sem sagt gamla sölumistur Hafstúsuna, sem var náttúrulega mjög rótgróði félag hér með mikla sögu og mjög mikilvægt fyrir sjávarútveginn. Og ég sem sagt fór að vinna hjá sölumistur Hafstúsuna, Icelandic Group. Ég var að endurskoða það félag hjá KPMG og var alltaf mjög spenntur fyrir sjávarútvegnum. Hafa alist upp á Eskifirði, hafði mikinn áhuga á sjávarútvegi og tengdist honum mjög mikið og þetta var svona spennandi fyrirtæki í alþjóðlegum, með starfsemi út allan heim, bæði sölu starfsemi og framleiðslu og mér var búið að koma hann inn sem framkvæmdastjóri fjármála sumarið 2004 og á þeim tímapunkti, ég var mjög ánægður hjá KPMG og gekk mjög vel hjá mér og fyrirtækinu og allt það, en á þessum tímapunkti hugsaði ég, það væri nú gaman að prófa að vera hinum megin við borðið, vera ekki alltaf, endurskoðunar megin og horfa svona á söguna og reyna að fá að fara hinum megin og búa eitthvað til og þess áttar og þetta var svona geirin sem mér fannst mjög spennandi, þannig að ég stökk á þetta tækifæri og var þar í fram á áramótum 2006-2007 í 2,5 ár. Og þá fór ég inn í fjármálageirann í stuttan tíma þegar var hringt í mig frá Milestone samstæðinu. Ég þekkti aðilana þar, Karl Wernersson og Guðmund Ólafsson, mjög skemmtilegir menn og klárir og voru að búa til nýjan banka á þessum tíma, Askar Capital, og buðu mér að taka 2007? Þetta var 2006. 2006, já. Þannig að ég var þarna fram á haustið 2000 þetta var bara með áramótin svo 2006-2007 sem ég ferði mig yfir og tók þátt í að búa til banka, kannski ekki alveg á besta tímanum, við sáum það svona aðeins eftir á. En það var mjög svona eftirminnilegu tími og svona eftir að hyggja mjög skemmtilegur og lærdómsríkur. Við fórum í samstarf við erlenda banka sem voru búin að vera gamalgrónir erlendi bankar eins og Bear Stearns. Þegar ég fór í heimsókn þangað í fyrsta sinn að þá var ársskýrslan á borðinu sem ég kom í afgreiðslunni og það stóð eitthvað á þessa leið 80 ára saga, hver einasti fjórðungur með hagnaði og við vorum að fara í samstarf banka og maður svo bara, þetta bara getur ekki klikkað en svo bara klikkaði þetta. Bear Stearns var nú gjaldþrota og fjármálheimurinn allur lenti í vandræðum og en það var áður en að hrunið skall á á Íslandi að ég reiði mig til Icelandair, ég er glæðis eins og dúk. Ég dæmið ekki fyrir þetta. Að Bubbi, ég var náttúrulega alltaf í fínu sambandi við Bubba og Björgul og hann bauð mér sem starf hjá Icelandair sumarið 2008 sem að ég... En hann býður starf hjá Icelandair? Já. Og þú tekur síðan í kjölfarið tölvöld setna, tekur þú við forstjórastólnum af honum? Já, sem sagt ég réði mig hann í ágúst 2008, ætlaði að byrja í byrjun október að með minnir, ætlaði að taka mig smá frí en síðan að því ég var í frí þá var ég beðinn að koma í ákveði verkefni hjá fjármálaeftirlitinu og lenti þar inn í 3 vikur í miðju hrununni, þannig að það frestaðist aðeins að ég byrjaði hjá Icelandair. Varstu fengir inn á sögum hrunsins eða var það alveg ótengt? Það var bara sögum hrunsins vegna þess að ég var svona endurskoðandi á lausu, ekki í vinnu, þannig að ég var bara fenginn til að kíkja á ákveðna hluti sem að tengdust, það sem að var hægt að nýta mína þekkingu og reynslu sem endurskoðandi með hagfræðingum og þess áttar og menn voru bara að skoða ákveðna hluti og svo þróaðist þetta þannig að ég var hann í 3 vikur í gegnum allt hrunið inn í fjármálaeftirlitinu og þetta var svolítið þannig að við vorum þar, maður fór bara svona rétt heim í sturtu. Já, það? Já, og ég raunir bara ótrúlega tímar en þannig að það frestaðist aðeins að ég byrjaði hjá Icelandair en ekki lengur en það að ég byrjaði 19. október 2008, þannig að ég átti 12 ára starfsammæli í það síðustu viku. Já, þetta átti að vera þarna frí hjá þér sem endar í fjármálaráðuneytinu. En varst að vinna einhverju svona einstaka málum sem er kannski hitt gaman að tala um eða varstu í alvörinu að vinna bara einhverju framtíðarsýn fyrir efnahag landsins? Eða? Já, byrjaði kannski þannig, hvernig var hægt að vinna úr þessari stöðu, áður en að bankarnir fóru og síðan þegar bankarnir fóru þá fóru þetta svolítið yfir í það
að stilla upp efnahagsreikninga bankana og hefja það verkefni og síðan fór ég bara út úr því og aðrir tóku við þegar ég fór yfir til Icelandair. Þannig, já, stór hluti vinnuna sem ég var svona að byrja á því að stilla upp nýjum efnahagsreikningum þessara banka. Vá, það nú viðamikið verkefni og það örugglega ekkert hver sem fenginn í það. Já, þetta var náttúrulega bara tilviljun, þú veist, ég var, eins og segi, endurskoðandi sem var á lausu, gat komið hann í einhverja daga og eins og þetta átti bara að vera. Ég held að það hefði ekki bara einhver endurskoðandi á lausu verið tekin inn, þannig að ég... Jú, þetta var bara, eins og segi, tilviljun, einhver þekkti mig sem var hann inn í þessu kerfi hérna og ringdi í mig og ef einhver annar hefði verið á lausu þá hefði verið hringt í hann, sko, þú veist, það er bara svolítið þannig. Alveg potið, það bara hæfileika úr ekkert inn í myndinu hann. En þú ferð þarna yfir í Icelandair eftir þetta frí, ef frí má kalla. Og þar tekur náttúrulega bara byrjar í smá brekku sem að þetta er beint eftir hrun og fluggeirinn væntanlega ekki í blóma. Er eitthvað svona skemmtilegt að segja frá þeim tíma, bara Icelandair að snúa við úr hrunnu? Já, þetta var krefjandi tími og eftirminnilegur tími vegna þess að í rauninni á þessum tíma var íslenski markaður mikilvægari fyrir Icelandair heldur en hann var hann á árunum 2018 og 19 eða svona árunum sem komið þar á eftir, sérstaklega veturna og Gott við íslenski markaðurinn? Já, bara farþegar Icelandair hlutfallslega voru, sko, stærri hluti farþegar Icelandair voru Íslendingar þá heldur en eru kannski í dag. Síðan fór félagið að vaxa og stærri hluti farþega varð, þú veist, ferða með til landsins og svo farþegar að ferðast yfir hafið. Þannig íslenski markaðurinn, Íslendingar að ferðast voru hlutfallslega mjög mikilvægir á þessum tíma og hlutfallslega mikilvægir þá heldur en þeir urðu svo í árunum þar á eftir. Og þegar það verður svona mikið hrun á Íslandi, þá hverfur svo markaður algjörlega. Þannig að það er ekki nóg með það að það verði svona að efnahagsreikningur verður ekki sjálfbær, að það verður algjör tekjubrestur þannig í einhvern tíma vegna þess íslenski markaðurinn hvarf. En sem betur fer höfðu stjórnendur Icelandair séð svona ákveðin teikna á lofti og brugðust við vorið 2008. Þeir sem voru við stjórnvölinn þá, Bubbi og Birgir Hólm og fleiri og skáru leiðakjörið svolítið mikið niður, fækkuðu fólki og byggu félagið vel undir þetta áfall, eða eins vel og hægt var. Og sem betur fer var leiðakjörfið og mun minna og kostnaðargrunnunin mun minni þegar þetta skall svo á hann haustið. Þannig að það hefði örugglega farið verri ef að þeir hefðu ekki verið búin að vinna þessa undirbúningsvinnu. En engu að síður var þetta mjög krefjandi vegna þess að á þessum tíma var félagið mjög skuldsett og fjármögnunin til mjög skamms tíma og mikið í erlendum myntum og uppgjörsmynti var íslenska krónur þannig að það þurfti að endurskipuleggja þetta allt saman. Efnahagsreikningur var ekki sjálfbær og svo vinna tók 2-3 ár sem endaði svo með samningum við alla hagsmunaaðila og hluta fyrir útboði og en á sem betur fer þá á þessu tímabili frá 2009 í raun og gekk svona kjarnastarfsemi félagsins vel og félaginu tókst að vaxa og skila bara arðbærum rekstri ár eftir ár og áður en útboði endurskipulagning klárast þá var félagið að ganga vel. Það er bara árið 2008 sem að gekk mjög illa út af þessu hruni. En svona kjarnastarfsemin gekk ágætlega meðan á þessu stóð 2009 og 10 sem var mjög mikilvægt og þannig að síðan kláraðist þessi endurskipulagning með farsælum hætti. Efnahagsreikningur varð sterkur og árin sem komu hann í kjölfarið voru mjög góð, mikill vöxtur og bara góð og félagið skilaði miklum arði til hluthafa. En bara eins og þú voru að tala um að Íslendingarnir skiptu félagið miklu máli, þessi fólk sem er að fljúga frá Íslandi. Er það bara sniðugt viðskiptamódel fyrir flugfélag að vera á landi þar sem að íbúarnir skipta mestu máli og þeir eru bara 350.000? Sko á þeim tíma var félagið miklu minna heldur en varð svo og vöxturinn sem kom svo í kjölfarið einmitt vegna þess að Íslendingar eru svo fáir, hann kom frá hinum mörkuðurum, markarum til Íslands. Við settum gríðarlega áherslu á það að styrkja Ísland sem áfangastað ferðamanna og lögðum mjög mikla áherslu á til dæmis að vetraferðamennsku. Þetta er í svona heilsás starfsemi bæði hjá okkur og hjá íslenska ferðaþjónustu og það gekk mjög vel. Og á þessum vaxtar áru þá minnkaði hlutfallslegt vægi markaðarins hérna á Íslandi mjög mikið þó íslenski markaðin verður alltaf mikilvægur fyrir okkur. Heimamarkaðurinn er mikilvægur en vegna þess hversu við erum fá
að þá og fyrirtæki vilja vaksa, að þá mun vöxturinn ekki eiga sér stað sko á heimamarkaðnum, en hann verður áfram svona ákveðin grunnur, en vöxturinn hefur komið frá markaðnum þá til Íslands og síðan markaðnum yfir hafið, þar sem verðum að tengja saman Norður-Ameríku við Evrópu í gegnum Ísland. Það er þessi víamarkaður. Það er þessi víamarkaður. Það sem að fólk í rauninni bara tekur tengiflug á Íslandi. Já. Áður en að þessi ferðamannamarkaður, þar sem að fólk er fljúga til Íslands stækkar, þá náttúrulega snar minkar hann út af eldgosi. Já, það kom hann eldgos 2010 með þessi 2 og þau að sjálfsögðu vöktu gríðarlega athygli á Íslandi. Þetta eldgos lokaði í rauninni bara flugsvæðum hérna í Evrópu í stórum stíl og þetta vakti gríðarlega athygli á Íslandi og áhuga á Íslandi og hjálpaði svo mjög mikið í markasetningunni í kjölfarið. Þannig allt spilaði þetta saman svona í rauninni að styrkja Ísland sem ferðamannaland, eldgosið og síðan var settur mikill kraftur í auglýsingu á Íslandi sem ferðamannalandi og þetta gekk mjög vel hérna í framhaldinu. Og þá náttúrulega stækkar þessi túmarkaður, bara ferðamannamarkaðurinn í rauninni. Hann stækkar mjög mikið og á sama tíma eins og viðskiptalíkanið okkar rauninni og grunnurinn í því að þessi markaður vinna mjög vel saman. Markaðan til Íslands frá Íslandi og svo yfir hafið. Þannig að þetta að ákveðið samspil og það gekk mjög vel að vaksa á markaðan til Íslands og yfir hafið á þessum árum. En það er eins og þessi víamarkaður, þar sem að þeir að flytja fólk frá, Evrópu til Norður-Ameríku. Já. Þann væntanlega tengist í einhvern veginn að hagræða hlutunum þannig að bara búa til tengileiðir og þess áttar, en það er svolítið áhugavert með ferðamannamarkaðin að þú þarft að í rauninni markaðsetja heilt land sem áfangastað til þess að þessi markaður stækki. Er alveg hægt að hafa áhrif á þetta? Algjörlega og bæði höfum við lagt gríðarlega áherslu á markaðsetningu landsins. Þið sem sagt bara Icelandair? Bara Icelandair og sett mikla fjármuni á hverju ári í markaðsetningu á Íslandi, bæði í Norður-Ameríku og Evrópu og líka á fleiri mörkuðum þar sem við erum að vinna með öðrum flugfélögum eins og bara í Asíu og með samstarfsaðilum en við setjum mjög mikla fjármuni í markaðsetningu á Íslandi á hverju ári og sem mikil fjárfesting hjá okkur og hár kostnaðarliður sem að skila sér svo tilbaka í tekjum að sjálfsögðu. Já, og náttúrulega ekkert bara tekjum hjá fyrirtækinu heldur eru bara að flytja inn ferðamenn til landsins sem að náttúrulega heldur uppi alls konar innviðum ferðarþjónustunar. Algjörlega og þetta spilar allt saman. Við erum ekki að flytja ferðamenn til landsins nema hér séu sterkir innviðir og góð veitingahús og það allt saman og aðferði einhverju ferðamennina og sem betur fyrir hefur okkur Íslendingum tekist að byggja þetta ágætlega upp hérna á síðustu árum þó að staðan sé mjög erfið núna og krefandi fyrir okkur öll sem erum í þessu en ég samt bjassinn á framtíðina í þessu. Hefur einhvern tímann tekið eftir og ég veit ekki hversu nákvæmlega þú serði þetta og þetta þetta svolítið loðnar tölur væntanlega en að þú segir að það sé hægt að hafa áhrif á eftirspurnina eftir flugum til Íslands með einhvers konar markaðsátökum, takið eftir aukinni sölu í flugum bara þegar að Will Ferrell gefur út Eurovision myndina þó svo hún sé reyndar í heimsfaraldri henni að svolítið lélegt dæmi, en hefur einhvern tímann tekið eftir svona bömpum í eftirspurn eftir flugum til Íslands við einhvers svona markaðsátök? Já, algjörlega og þegar svona stórar stjörnur koma til landsins og eru að setja eitthvað út á samfélagsmiðlana þá hefur þetta allt saman áhrif þeirra aðdándur fara inn á leitaravélarnar Google og þess aftar og leita Íslandi og eitthvað af þessu endar svo í bókunum á flugum til Íslands og þannig að þetta hefur allt áhrif og spilar allt saman. Og hafið einhvern tíma bara, af hverju er svona mikil eftirspurn eftir flugum? Já, Beyoncé var að posta mynd á Instagram. Það er kannski ekki beint þannig en svona við sjáum alveg svona þessi trend að og þetta hjálpar allt sérstaklega náttúrulega umfjöllunin náttúrulega verður að vera jákvæð það er líka þannig að ef umfjöllunin er neikvæð þá truflar hún. Já. Þannig en allt spilar þetta bara saman. Og eins og bara eins og Instagram hjá Icelandair þau hefur lengi verið dugleg við það að posta bara fallegu myndum af náttúrunni og þess að Þetta er rauninni bara gert til þess að gera Ísland að fýsilegri áfangastað. Já, algjörlega og við leggjum mikla áherslu á náttúruna og sína hana en á sama tíma höfum við lagt mikla áherslu það hjá Icelandair. Við fórum í mikla stefnumótunarvinnu 2012 fyrir allar samstæðuna og
þar var niðurstaðan að við Íslendingar ættum að horfa til þess í okkar ferðamennsku að leggja áherslu á það að fá hérna til landsins eins og við köllum betur borgandi ferðamenn, horfa frekar á gæði ferðamannana, ekki í magnið endalega. Þannig að þetta væri svona sjálfbær ferðamennska sem við værum í, að það væri ekki örtröð á svona helstu perlunum og þess áttar, og á okkar mati tókst okkur Íslendingum ekki nægilega vel að fylgja svona stefnu svona á síðustu árum, en það er mjög mikilvægt að stjórnstöð ferðamála í samstarfi við greinina hafa svona byggt upp ákveðin stefnuramma til framtíðar fyrir íslenska ferðaþjónustu þar sem áherslan á sjálfbærni og arðbærni, og þannig teljum við að við eigum að vinna Íslendingar í ferðamennskunni okkar. Er eitthvað land sem hefur tekist sérstaklega vel til að laða til sín svona gæða ferðamenn? Já, við sjá til dæmis á Nýja Sjálandi að þar hefur þetta tekist vel, síðan hefur við séð lönd það sem þetta var akkurat á hinvegin, þetta var svona massatúrismi og var komið í óefni og síðan var í rauninni byggt af leið og farið hinleiðin og horfa meira til gæðaferðamannina og þess áttar og hverju þeir væri að skila inn í landið og þetta væri svona sjálfbært og leið og það er skipt kúrs og þá verður þetta allt saman miklu betra. Mallorca hefur nefnt sem dæmi og fleiri eyjar og fleiri lönd, þannig að þetta er allt saman, ber alltaf sama brunni að það er mjög mikilvægt að horfa til sjálfbærni í ferðamennsku eins og bara í öllu öðru og að við ekki að horfa endilega á massan, ekki telja ferðamennina heldur hvaða virði þeir skila til landsins til lengri tíma. Og þetta er náttúrulega líka mikilvægt við, bara í rauninni samstarf þegar það er ekkert Icelandair sem getur bara haft áhrif á þetta. Alls ekki og þetta er þetta kannski sérstakt fyrir stjórnenda í flugfélagi að tala svona vegna þess að við ættum kannski að horfa til þess að fá bara sem flesta í sætinu okkar en okkar mat er það er bara ekki sjálfbært fyrir landið að hugsa þannig að móka hingað inn ferðamönnum saman hvernig eru og saman hvernig haga sér, þannig að okkar stefna hefur verið að bæði í okkar þjónustu og vöruframbóði að horfa á til þess að vera fáhinga ferðamenn sem eru verðmætir. Þetta er ekki þetta að stýra þessu öllu og þetta þarf að vera ákveðið sambland, við viljum líka fá hina ferðamennina ekki að þessu svona kjarnin í ferðamennskunni. Nei, þú talar að það gangi ekki að horfa bara á tölunar yfir ferðamenn sem koma. Ef við gerum það í smá stund, þetta er í kringum 2 milljónir ferðamanna sem voru að koma hinga 2018-2019 eða ekki? Þetta fór upp í 2,3 tæplega og síðan niður í 2 2019 aftur. Og þú veist, þegar maður hugsar, 2 milljónir á Íslandi, það er rosalega fjöldi, en ef við horfum á þetta sem hlutfall af bara ferðamennum heimsins sem er að ferðast, þá er þetta engin fjöldi. Mjög lítill fjöldi og við erum að sjá náttúrulega lönd vera að fá miklu fleiri ferðamenn og bara litla ferðamanna staði að fá miklu fleiri ferðamenn heldur en við erum að fá hingað og þannig að mínum mati eru tækifærin bara mjög mikil fyrir íslenska ferðamanna iðnaðinn til framtíðar að vinna vel úr þessu og eins og þú segir og það er mitt mat og okkar að þá þráttur að hagkerfi muni eitthvað kólna núna í framhaldi af COVID að þá þurfum við svo lítil hluta af ferðamönnunum hingað til Íslands og ég er algjörlega sannfærður það að þegar heimurinn verður búin að ná tökum á COVID-ástandinu að þá verður mikil ferðavilji, maður finnur það bara sjálfum sér og öllum sem að tala við að fólk vil svona fara að kíkja eitthvað annað þannig að við þurfum það lítið hlutfall Íslendingar af ferðamönnum heimsins og svo verður líka þannig að okkar mati að það verður meiri eftirspurn eftir því að koma til landa eins og Íslands þar sem að það er mikið pláss, svona öryggistilfinning og þess áttar í stað þess að fara í biðraðar í stórborgir þannig að ef við spilum rétt úr þessu þá eru tækifærin mikil þó að ástandi sé krefjandi núna. Og ég held kannski að svona upplifun Íslendinga, allavega mín, bara svo ég tali algjörlega fyrir sjálf mig sem að gefur endilega ekki rétt að mynda ástandinu en maður var nýr í miðbæ og það var einhvern veginn bara svo krökt af túristum og mann leið bara svona eins og að við varum bara komin yfir línuna með ferðamanna en í rauninni þá ef þetta er skynsamlega gert og driftið landið þá er bara eins og þú segir nóg af tækifærum til þess að fjölga. Algjörlega, ég meina þú veist þú að þér hafi liðið svona hann á Laugaveginum þá er þetta ekkert með hvernig þið líður til dæmis á Oxford-stræti í London eða í New York en það eru tækifæri til að dreifa ferðamönnum betur en landið heldur en eða fá það til að fara víðar á landið heldur en við gerðum á árunum fyrir COVID og til dæmis á Eskifjörð, það er frábært að vera þar og frábæra náttúruperlur og bara út allt land og það er líka klárlega tækifæri, plássið er mikið og
og náttúrun alls staðar frábær hérna á landi. Já. Fram til 2018 þá tekur þú við sem forstjóri. Hvernig kemur það til? Bara svona, hvernig horfið þú á það að þú værir alltaf orðin forstjóri Icelandair? Var það eitthvað svona sem þú sást fyrir þér þegar þú byrjar að vinna það á fyrirtækinu? Nei, ég var ekki með neinar pælingar í þá átt, bara eins og hefur gerst í mínu lífi, þetta var bara einhvern veginn gerst sko. Og við vorum búin að vinna hana saman þá í 10 ár, ég og Bubbi í þessu og unnum mjög þétt saman og síðan árið 2018 það verður koma upp svona ákveðnir erfiðleikar í okkar rekstri Icelandair og hluti af erfiðleikunum komið til vegna ákvarðana sem voru teknar innan félagsins. Það hluta til var náttúrulega samkeppnisumhverfið mjög erfitt, það voru félög að vaxa mjög hratt og voru að kaupa sér markaðshlutdeild með því að selja sætin langt undir kostnaðarverði og bæða markana til og frá Íslandi og líka yfir hafið sem var mikilvæg markað fyrir okkur. Hvað gerir það fyrir ykkur sem fyrirtæki? Hvað afleiðingar hefur það? Já, það alltaf, samkeppni verður alltaf til staðar og við verðum alltaf að bera virðingur í samkeppninu og standa okkur í samkeppninu og bara veita góða þjónustu og gera eins vel og við getum í rekstrinum og kostnaðarliðin og þess aftar. En það verður svolítið erfitt þegar þú ert að keppa við aðila sem eingöngu að horfa til vaxtar, eru ekki endilega að horfa á arðbærni félagsins og að reksturinn sé sjálfbær og eins og dæmin, bara eins og sagan sýndi okkur svo að við vorum að keppa við félagi eins og WOW Air og Norwegian sem að höfðu rosalega mikil áhrif á þessu markaði og pressuðu verðin niður og það mjög, það verður alltaf einhverja aðeila sem að pressa verðin niður en það verður að gerast á sjálfbærum grunni, þannig sem mjög erfitt að keppa við það. Og þegar verið að selja flugsæti í stórum stíl langt undir kostnaðarverði, þá mjög erfitt að keppa við það. Og við vorum í þessari stöðu á þessum tíma, hann árið 2018. Og við sáum það svo bara rekstri bæði WOW Air og Norwegian að þetta var ekkert sjálfbært og það bara bullandi tap. Þannig að það spilaði rulli í þessum erfiðleikum okkar en líka eins og ég sagði áðan að við tókum ákvarðanir sem voru ekki réttar og höfðu neikvæð áhrif á reksturinn okkar og hann í ágúst 2018, svo einnig part ágústmánaðar þá ákveður Bubbi Björgúlfur að axla ábyrgðina og sagði af sér og þetta gerðist bara mjög hratt og kallaði til stjórnarfundar og ég var beðinn að taka við tímabundið sem ég gerði og hafði engan tíma til að hugsa það var bara svona yfir borðið og stjórnin fer þá í bara mjög öflugt ráðningaferli og ætlaði að taka sér góðan tími í það Icelandair hefur mjög, þó við séum pínu lítil svona í alþjóðlegu samhengi að þá hefur Icelandair mjög sterka stöðu í þessum geira alþjóðlega og mjög þekkt vörumerki í geiranum. Bara fluggeiranum? Í fluggeiranum og með mjög langa sögu, 83 ára sögu og allir sem í fluggeiranum í heiminum þekkja Icelandair. Já, það. Þannig að stjórnin ákvaða að fara í svona ráðningaferli og fekk til lið við sig bæði erlenda og innlenda ráðgjafa og einhvern tímann í þessu ferli maður var náttúrulega bara að vinna á fullu og alls konar hlutir í gangi og ég var ekkert mikið að velta þessu fyrir mér í hreinskilni sagt en á einhverjum tímapunkti spyr stjórnarformaðurinn Úlfar Steindórsson mig að því hvort ég vilji vera á listanum og og ég segi bara já, ég hafði mig á listanum og svo Já. Og svo var ég kallaði einhver 2-3 viðtöl og tók þau og síðan var mér boðið starfið í byrjun desember og tók því. Þannig að svona gerist þetta. Og eins og þegar þú kemur inn í fyrirtækið þá þegar þú tekur við forstjórastólnum þá er ágætis brekka, það smá mótindur og þannig það að díla við í rauninni þetta sem þú ert að lýsa hvernig best orðið þetta bara samkeppnisaðilarnir voru að berja niður verðið og þið þurfið svolítið að halda í við þá og þið vitið alveg að það ekki raunhæft eða hvað? Já, það mjög eðlilegt náttúrulega samkeppnisaðilar berja niður verðið og það alltaf þannig og við erum hérna á litla Íslandi, það mikil stærðarhagkvæmni í flugrekstri og Íslandi dýrt land til þess að reka fyrirtæki þannig að við verðum aldrei sigurvegarinn í lægstu verðun, það liggur alveg fyrir við verðum að bjóða fram góða þjónustu og vöru sem að viðskiptavinurinn sætti sig við að borga fyrir á þeim verðum sem við getum framleitt vörun á. Er það aðalóta stærðinni?
Það út af stærðinni meðal annars, það mikil stærðarhagkvæmni í flugrekstri en ekki síður út af því að við erum íslenskt flugfélag. Við erum allir okkar starfsmenn eiginlega eru hér á Íslandi og við erum í þessu íslenska umhverfi sem tiltölulega dýrt. Mun dýrara heldur en til dæmis ef við berum okkur saman við bara vinnuumhverfið í vinnumarkaðsmódelin í Austur-Evrópu þar sem við erum að keppa við félög sem koma þaðan. Þannig að við munum aldrei vinna þetta lægsta verðsstríð. Við verðum að bjóða eitthvað annað og við höfum bara sýnt það í gegnum tíðin okkar viðskipta líkan hefur algjörlega sannað sig að stilla okkur þarna inn á markaðin og ætlum að gera það til framtíðar. Stilla ykkur inn á eftir verði, er það þannig? Já, að við ekki, við gætum lækkað okkar kostnað, einingakostnað á morgun með því að fjölga til dæmis bara sætunum í vélunum og þar alveg væri þetta með minna sætabill og þú væri með hnýið í næsta sæti. En á okkar mati þó við myndum lækka einingakostnaðin verulega og sætiskostnaðin og þá tækist okkur þá að selja sætið á lægra verði, við værum að missa meiri tekjur heldur en okkur tækist að lækka kostnaðin og svo hefur við stilt okkur af inn á þessu markaði en þess að ég var að segja á hann, það verður alltaf aðilar sem að koma inn með lág verð en það mjög erfitt að keppa við samkeppnisaðila sem eru ekki að horfa á sjálfbærni og arðbærni til lengri tíma eins og þessi ár 2018 til dæmis að þá voru svolítið í þannig stöð að keppa við aðila sem hugsa við eingöngum það að fá einhverja farþega í sætin þau eru bara no matter what sko. Já, einmitt. En svo haustið 2018 fljótlega eftir ég tek við þá förum við í þetta váferli að við skoðum Váir yfir eina helgi og skrifum undir samning við eiganda Váir að við værum að kaupa það félag og fórum svo og skoðum það en síðan gengur þau viðskipti ekki upp þannig að í rauninni eftir að ég tók við þá lentum við í ákveðnum ólgusjó fyrst að skoða Vá og við gerum það svo aftur í marsmánuði síðan kemur til þessi Max kyrrsetning sem hafði gríðarlega áhrif á okkur og sumarið 2019 var mjög krefjandi út af því og við vorum farin að sjá mikinn bata í rekstrinum þegar að leiða á árið 2019 þegar við vorum búin að ná tökum á þessu maksmáli, stilla leiðakerfið miklu betur af tekjustýringuna og svona síðustu 5 mánuðinni fyrir COVID gengu mjög vel og mikill bati í rekstrinum en síðan skellur það mál á og við erum búin að vera í því síðan. Það er búin að blása á móti. Það er svo móti og þess vegna er ég sannfærður það að það er búin að vera mótvöndur núna svolítið tíma þannig að það fer að styttast í meðvindin og við ætlum að nýta okkur hann. En þarna með Max vélarnar, ertu til að útskýra bara á þessum tíma þegar þetta kemur upp, hvað á Æslandi margar vélar? Við vorum búin að panta 16 Max vélar. Það er ekki mjög oft sem að flugfélag eins og Æslandi fer í svona stóra pöntun á nýjum flugvélum eins og við gerðum þannig í kringum áramótin 2012-2013. Þannig að það er mjög stórt verkefni fyrir til að lítið flugfélag eins og okkar að panta svona margar vélar og þess vegna var þetta hlutfallslega ætluðu við að vera með margar Max-vélar í okkar flota með að við til dæmis mörg önnur flugfélag. Þannig að áhrifin á okkur voru hlutfallslega meiri heldur en á mörg önnur flugfélag sem voru með Max-vélar. Þannig að þetta átti að vera svo stór hluti á okkar vélum og ætlum að fljúga þeim það mikið. Já, ok, þannig að þetta var kannski verra fyrir Æslandir en önnur flugfélag sem hefur líka keypt þetta. Já, áhrifin voru hlutfallslega meiri á okkur heldur en mörg önnur félög en þetta átti að vera stærri hluti og mikilvægri hluti á okkar flota heldur en hjá mörgum öðrum flugfélögum á þessum tímapunkti. En fyrir þá sem ekki þekkja til, hvað gerist síðan í rauninni með þessar flugvélar? Já, þær eru kyrrsettar í mars 2018 eða ekki? Nei, 19 fyrir ekki, tíminn. Það eru að vera afstæðir hjá mann. Í mars 2019 eru vélarnar kyrrsettar eftir 2 flugslys og þetta náttúrulega gerist rétt fyrir háönnina hjá okkur, þannig að við höfðum mjög stuttan tíma til að bregðast við og fórum í það að leigja inn nýjar vélar og það sem að spilaði líka inn í að þarna á þessum tímapunkti eða á sama tíma varð Vá gjaldþrota. Þannig að markaðsumhverfi var að breytast mjög mikið og við svona breyttum okkar áherslum og settum fókusinn meira á markaðin til Íslands og fórum að leigja inn vélar til þess að taka við að leysa Max-vélarnar á hólmi og við náðum svona að bjarga 2019 sumrinu og
og svo unnum við úr þessu þannig að það fór að líða á árið 2019 þá var reksturinn komin í fínt form og við komin ágæti stað með þetta þó að vélarnar væru áfram kyrrsettar en núna fer að sjá fyrir endan á þessari kyrrsetningu og við reiknum með vélunum inn í okkar rekstur fyrir næstu háun sem sagt í vor. Og við komum svona núna að nýliðnum atbyrðum í tengslu við COVID bara sem er búin að tala svo mikið þessi högg og þessa brekku sem við erum búin að fara upp. Er ekki alveg búin að vera nokkur góð ár þarna inni líka? Jú, árin 2011 til 2017 gengu mjög vel og félagið skilaði mjög góðri afkomu öll þessi ár og var bara arðbærum vexti og já, reksturinn góður. Árið 2018 þá vorum við með tap en áætlanir okkar fyrir 2019 stemdi að við vorum með að stefna á hagnað og bara ágætis rekstur fyrir árið 2019 vorum að snúa þessu við að mörgu leyti þannig að útlitið fyrir 2019 var bara fínt og fyrstu 2 mánuðin gengu vel og síðan kemur þetta Max-mál upp og sem hefur verið áhrif og síðan fyrir 2020 þá voru búin að aftururinn í tökum á reksturinnum og útlitið fyrir 2020 var líka hagnaður og fyrstu mánuðir ársins gengu ágætlega og svo kemur COVID þannig að svona viðskipta líkanið hefur algjörlega sannað sig og við ætlum að vinna með þetta viðskipta líkan áfram og núna í þessu ferli sem við erum búin að vera í síðustu mánuði erum við búin að styrkja samkeppnishæfnina enn frekar, við erum búin að lækka kostnaðargrunnin og þannig að við erum bjartsýn á framtíðina. Geturðu sagt mér svona í grófum dráttum hvert þetta viðskipta líkan og hvernig það kannski frábrugðið Icelandair fyrir 10 eða 20 árum? Já, við erum í rauninni að halda í sama viðskipta líkan og félagið búið að vera að vinna með í rauninni síðan ég kom til félagsins að vera að vinna á þessum 3 mörkuðum til Íslands, frá Íslandi og Ísland og við erum að halda áfram þar en síðan gerðum við ákveðna breytingu á viðskipta líkan í Icelandair Group. Icelandair Group var í rauninni á öllum sviðum ferðaþjónustunnar. Við vorum með hótelfélag og já, bara öllum sviðum ferðaþjónustunnar en ákvaðum að selja til dæmis hótelfélagið og setja alla áhersluna á það að vera flugfélag og vera í flugtengdu rekstri þannig að það er kannski breyting sem við höfum gert en við erum ennþá að vinna með þetta viðskipta líkan að vinna á þessum 3 mörkum til Íslands, frá Íslandi og Ísland. Og kannski breytingin á þessu síðan að þú varst að tala að þegar að frá Íslands markaðurinn var svona stór að nú eru hinir 2 markaðarnir kannski með aðeins meira vægi í ykkar viðskiptum. Já, hann var hlutfallslega mun stærri fyrir einhverju síðan. Eftir hrun. Já, í byrjun en síðan var þetta orðið þannig fyrir til þess árið 2017 og 2018 þá var markaðurinn Ísland sem yfir hafið. Ríflega 50% af okkar farþegum voru í rauninni að tengja. Svona 35% voru að koma til Íslands og svona 12-14% voru Íslendingar að ferðast til útlanda. Og þaðan mæntanlega kemur þetta my stopover pælingin eða ekki, að reyna að fá þessa farþega sem að í tengiflugu í Íslandi að koma þess inn í landið og eða smá tíma þarna. Já, og það er svona viðskipta líkanið, já, og við settum mikla áherslu á það fyrir nokkrum árum og það gekk mjög vel og 30% af farþegunum sem voru að tengja yfir hafið stoppuðu á Íslandi og voru upp í 7 daga að skoða landið og við munum leggja áherslu á þetta áfram í framtíðinni. Hvernig birtist COVID þér bara sem forstjóri flugfyrirtækis? Hvenær verður var við þetta? Og ég meina þetta hlýtur að hafa byrjað að kynna undir þessu langt áður en að fyrsta smitt kemur upp á Íslandi eða eitthvað þess áttar? Þetta bæði virðist vera svo langur tíma, þetta COVID tímabil og svo þetta svo stutt líka en við sjáum það að í einhvern tímann í febrúar að þetta er eitthvað sem mun hafa áhrif á okkar rekstur á árinu og fyrir svona velta því fyrir okkur hvernig við getum brugðist við en á þeim tímapunkti áttum við alls ekki von á því að þetta er því svona að flug mundi næstu því stöðvast. Ég man að síðasta ferð sem ég fór til útlanda var í 9. mars að heimsækja Boeing í London og þá var þetta farið að hafa einhver áhrif en ekki svona mikil eins og við vorum ekki að gera það fyrir því hvorki
við nýja þeir að það myndi spilast svo úr þessu eins og gerðið svo. Síðan setur Trump þetta flugbann á og þá sér maður náttúrulega, þannig að það var einhvern veginn miðjan mars, þá sér maður náttúrulega þetta eitthvað sem mun hafa gríðarlega áhrif á okkar rekstur á árinu og mjög fljótlega upp úr því fórum við að bregðast við og því miður að segja upp mjög mörgum frábærum starfsmönnum og þannig að við höfum þurft að bregðast við á öllum sviðum í okkar starfsemi. Þú ert þá í rauninni bara að mæta í vinnuna og bara nýjustu fréttunar þær er við megum ekki fljúga til Bandaríkjanna? Já, það var svona aðeins óvænt ef ég var hreinskilinn og við áttum ekki von á því og þá sáum við náttúrulega að þetta yrði mjög stórt og síðan hefur þetta náttúrulega bara þróast en ég held að það geti ekki nokkuð maður sagt að hann hafi séð fyrir hvað væri að fara að gerast þannig að þetta hefur komið okkur öllum mjög óvart. Og hvað gerir maður? Til hvaða hagræðinga grípur maður? Ég meina, fraktflutningur jókst eða ekki? Jú, þegar að því að stór hluti af fraktflutningum í flugi fer yfirleitt með farþegavélum. Það er verið að nýta fraktplási í farþegavélum og þegar leiðakerfi flugfélaga, farþegaleiðakerfi flugfélaga liggur niður í stórum stíl út allan heim, þá verður eftirspurn eftir fraktflugi og við höfum verið að fljúga fraktfélunum okkar mun meira heldur en í venjulegu ári og starfsemin hefur bara gengið mjög vel allt þetta ár hjá okkur og vantilega fleirum. Þannig að það verður að vera einhvers konar hagræðing á þessu ég meina þið eru bara í raunin að leita tækifærum til þess að fljúga þetta ekki þegar þetta gerist? Jú, algjörlega og síðan verða mikla ferðatakmarkanir á íslensku landamærunum. Já, og þið náttúrulega finnið fyrir öllum svona ákvörðunum alveg rosalega. Algjörlega og við þurftum að skera okkar leiðakerfi niður, næstu því niður í ekki neitt, við vorum komið niður í svona 3% af því sem við ætluðum að fljúga á þessu ári, en síðan aðeins létt á takmarkunum hann 15. júní og við byrjum að byggja leiðakerfi upp og það gekk ágætlega, við fundum fyrir mikil eftirspurn frá löndum sem voru í góðri stöðu eins og Danmörku og Þýskalandi og það var mikil eftirspurn ferðamanna að koma hingað til lands. Þannig að þessu uppbygging leiðakerfisins gekk vel og við náttúrulega vonumst eftir því að þetta yrði svona bara hæg uppbygging fram á vorið 2021. En því miður svona skall þetta á aftur og það voru settar á mjög harðar ferðatakmarkanir aftur hérna á íslensku landamærunum og við þurftum að skera leiðakerfið aftur niður og það endurráðningar sem við vorum búin að fara í, við þurftum að því miður að ganga tilbaka með þær og í dag erum við að fljúga því miður mjög lítið. Ég er svolítið forvitin að vita hvernig bara svona dagur í vinnunni hjá þér á þessum tímum út af því að flugbransin náttúrulega, ég menna það er ekki mikið svigrúm fyrir mistök ef við tökum heimsfaraldurinn í burtu. Ég menna þetta er alveg nógu mikið erfitt að reka þetta og gera þetta vel og samkeppnin gríðarleg og allt það áður en að COVID kemur. En eins og bara samningar við Boeing og í tengslu við bara eldsneyti og þess aftar, ég menna þetta ekki allt til lengri tíma? Jú, algjörlega. Og ertu að tala núna í þessu ferli, hvernig þetta hefur verið? Einmitt, þá langar maður að spyrja þig bara hvernig það þarf þú ekki bara að fara að funda á fullu með þessum risa, bara eins og Boeing til dæmis, flugvéla framleiðendum? Jú, og en við vorum með frábært fólk með okkur í þessu ferli, við erum til okkar 3 íslenska banka og síðan erlendar ráðgjafa líka og svo frábært teymi innan hús hjá okkur, Eva Sóley, framkvæmdastjóri fjármála, hefur það var svona hvað á sér dag og nótt í þessu og stóð sér frábælega og við vorum bara með daglega fundi með þessu teymi frá því mánaðamótin mars-apríl og bara alla daga, það var fundur klukkan 11, sama hvort það verið sunnudagur eða páskadagur og farið yfir stöðuna og skiptum með okkur verkum í þessu og það er ekki allir í öllum samningaviðræðum og þannig þetta bara og ég í ákveðnu viðræðum og ekki í öðrum en fókusun var mikill á þetta ferli hjá þessu teymi meðan aðrir voru í því kannski að í þessum daglega rekstri, við þurftum líka að halda leiðakerfinu gangandi sem var í gangi, þannig að við þurftum líka að vera í því, þannig að við skiptum þessu svolítið á milli okkar en samninga viðræði við mjög marga hagsmunaaðila stóðu yfir í mjög marga mánuði. Og þetta ekki, þetta engum að kenna, ég meina það er allir einhvern veginn svona að reyna að koma sem best út úr þessu, fannst þið fyrir mikil svona samstöð bara út af að ég er búin að nefna Boeing ég meina þau vitalega að það getur enginn neitt gert í málinu en samt það beggja hagur að báðum gangi vel?
Já, það er rétt sem þú segir, þetta er einhverjum að kenna og kannski aðeins öðru í stemning heldur en var hérna í bankarhrunnu, þá var svona sökudólgar út allan bæ, en hérna sem fæstir áttu það náttúrulega skilið að vera í þeirri stöðu. Þannig að nú voru einhvern veginn allir í sama bátnum og allir vildu að bæði okkar fyrirtæki gengi vel og kemist út úr þessu, þannig að við fundum fyrir miklum stuðningi, en þetta er þetta samt alltaf harðar samninga við að þú ert að semja við aðil út í heimi sem eru að hugsa sína hagsmuni og gefa ekki of mikið eftir. Við erum að sjálfsögðu lítið félag hérna á Íslandi í stórum alþjóðlegum geira, þannig að mótaðilar okkar vilja ekki vera að búa til eitthvað fordæmi með litlu fyrirtæki í Íslandi sem að geta trufla þá í viðræðum við miklu stærri aðil út í heimi, það sem hagsmunir eru miklu stærri, þannig að það er ýmis flækjust við þessu. Já, einmitt. Já, þeir náttúrulega eru þeir eru kannski ekki beint stærsti viðskiptavinur Boeing. Nei, og ekki Boeing, og við erum náttúrulega semja við, leigusala og banka og færsluhirða, þannig að það er margt sem spilar inn í svona stóru ferli og meðal annars þetta, þeir vilja ekki vera að gefa fordæmi með okkur, en við okkar félag náttúrulega býr mjög mikið að því að eiga þessa löngu sögu, hafa alltaf borgað, félag hefur alltaf borgað sína reikninga þó að hérna ýmislegt hafi gengið á. Til dæmis þegar við fórum í endurskipulagningu eftir fjármálahrunið, það var engin sem tapaði raun í krónu á félaginu, það fengu allir greitt eða borgað með hlutafé sem að síðan hækkaði verði, og þannig að í gegnum þessa sögu þá hefur félagi alltaf staðið sína plikt og það er ótrúlega verðmætt fyrir bæði fyrirtækið og að mínum mati íslenskt þjóðarbú, íslenska ferðaþjónustu, og það er borið mikil virðing fyrir félagin út í heimi og í geiranum sem var verðmætt í þessu ferli eins og oft áður. Þú, náttúrulega, við erum búin að fara eins yfir bara svona þín kynni af fyrirtækinu og þá svona atbyrði sem þið hafa gengið í gegnum. Myndirðu segja að COVID sé svona það alvarlegasta af öllu þessu? Já, algjörlega, alvarlegasta og það alvarlegasta sem hefur komið fyrir fluggeiran bara í gegnum tíðina. Þetta er miklu stærra heldur en til dæmis 9/11 og þetta á við allan heiminn og miklu stærra heldur en fjármálahrunið, þannig að þetta er langstærsta áfall sem að bæði okkar fyrirtæki hefur lent í og bara fluggeirinn, þannig að og vantarlega hagkerfin svona í heilsinni, þannig að þetta er ótrúlega stórt og mikið högg og krefjandi verkefni fyrir sérstaklega flugfélög og ferðaþjónustu fyrirtæki. Sko, þetta er svo einföld spurning og í rauninni bara kjánalega, en eins og þú varst að tala að þeir eru með 3% af leiðakerfinu ykkar. Bara, hvernig bregst maður við? Hvað í ósköpunum getur maður gert þegar að þú minnkar leiðakerfinu ykkar niður 97%? Já, því miður verðum við að bregast við með því að lækka kostnað, og stór hluti af okkar kostnað er launakostnaður, og þar að leiðandi verðum við að fækka þeim sem eru í framleiðslunni, eru í beint í þessum framleiðslu tengdu störfum, og þar alveg er höggið því miður verið langmest þar, en það sem við erum samt að gera er að verja störf til framtíðar, halda fyrirtækinu gangandi, og þannig að það komi sterkt út úr þessu, þannig að við getum ráðið tilbaka sem fyrst aftur, því að þú veist, og þráttur alla þessu óvissu að þá er að mínum að þetta þrennt örugt í þessara stöðu að heimurum mun ná tökum á COVID og það verður ferðavilji og Ísland mun verið í dauðaferri sem ferðamannaland, þannig að ég er mjög bjassinn á það að félagi okkar muni sjá hérna tækifæri sem við ætlum að grípa og þar að leiðandi förum við þá í endurráðningar aftur á okkur frábæra starfsfólki, og þannig að þetta verkefni hefur á stórun hluta snúist að verja störf. Einmitt. Og þessi 3 punktar sem hún nefnir þarna eru kannski mikilvæg líka í ljósi þess að þið farið í hlutafjárútboð. Getur aðeins bara útskipt fyrir mér hvað það er og hefur verið gripið til þess áður eða af hverju er gripið til þess? Við gripum til þess í tengslum við endurskipulagningunum sem við fórum í eftir fjármálahrunið. Þá var sala á nýju hlutafé partur af því ferli, en það var með aðeins öðruvísi hætti vegna þess að þá spilaði framtakssjóðurinn sem stofnaði var að lífeyrissjóðunum stóra rullu, og þannig að þetta var einfaldara ferli á þeim tíma. Síðan fórum við líka fengum við heimild til að gefa út hlutafé í tengslu við Vá-kaupin, þegar við vorum skrifum til samningi við eiganda Vá kaup á félaginu rétt fyrir áramót 2018. Fengum heimild til að hækka hlutaféð, síðan gengu kaupin við á Vá ekki eftir, en við nýttum samt heimildina til þess að styrkja félagið
Heimild frá hverjum? Frá hlutum að auka hlutafé. Heimild. En þá fengum við inn nýjan fjárfesti sem var bandarísku sjóður Par Capital og að mínum mati var það stór frétt fyrir bæði íslenska ferðaþjónustu og okkar fyrirtæki að fá aðila eins og Par Capital inn í okkar hlutafahóp því að þetta er sjóður sem að hefur ekki gert neitt frá stofnun annað en að fjárfesta í flugfélögum og ferðaþjónustu fyrirtækjum og sjóður hefur gengið gríðarlega vel frá stofnun og er ótrúlega virtur í sínu geira í Bandaríkjunum og það eru margir svona sjóðir sem er ekki fókuseraðir á flugfélög og ferðaþjónustu geiran en vilja fjárfesta eitthvað í þeim geirum, þeir svona hafa fylgt Par Capital svona, ef að Par Capital fjárfestir í þessum félögum þá fylgja þeir á eftir og þannig að það var frábært fyrir okkur að fá þá inn sem stærsta hluthafan og við svona, hvað ég að segja, grættum mikið á því að vera í miklu sambandi við þá þeir voru að spyrja allt annara spurninga heldur en bara greinendur og fjárfestar hér á landi, bara í hreinskilni sagt þeir þekki hann að gera út og inn og gera ekki neitt annað. Eitthvað áhugavert þarna sem mátt deila? Nei, ég meina þeir bara, hvað ég að segja, ótrúlega spot on hvað skiptir máli í flugrekstri og náttúrulega algjörlega frábært að þeir skildu hafa trúa á okkar viðskiptalíkani og Íslandi sem ferðaþjónustu landi. Og hvað er það sem skiptir máli í flugrekstri? Í fyrsta lagi náttúrulega er að stilla af, hvað að segja, mótilið þannig að þetta er einfalt að tekjum þessi hærri en gjöldin og þá eins og ég var að nefna áðan að þú veljir rétta staðsetningu á markaðnum og bara sem dæmi, bara eins og ég var að segja bara áðan með einföldum hætti að mínu mati og okkar mati að þá meikar ekkert sens fyrir flugfélag staðsett á Íslandi að ætla að vera lággjaldar flugfélag og keppa við Wizz Air í verðum vegna þess að Wizz Air að gera út frá Austur-Evrópu þar sem að kostnaði grunnur miklu lægri og það félag verður alltaf miklu stærra og það er stærra hrækvæmi. Og Par Capital að skoða þetta og skoða ykkar áform og hvað ykkar tækifæri liggja og þau bara hafa trú á því með því að sína þau hafa trú á því með því að leggja inn penning. Algjörlega og koma inn eins og stærsti hluthafinn og hafa trú á félaginu eftir mikla greiningar vinnu en því miður fór þessi fjárfesting illa út af COVID eins og margar aðrar fjárfestingar hjá þeim og þeir eru alveg farnir út núna en það er ekki vegna þess að þeir hafi ekki trú á viðskiptalíkani félagsins, þeir hafa mikinn áhuga að koma inn aftur og ég er í ágætis sambandi við þá og þeir hafa mikla trú á okkar fyrirtæki og Íslandi sem ferðamannalandi til framtíðar en þeir eru svona bara að vinna með sinn sjóð og þess vegna það eru svona skattaleg sjónarmið sem spila inn í það að þeir ákveða að selja alveg og en bara til þess að klára þessa sögu að við gáum útluta fyrir þarna til þess að fá og þeir koma inn en síðan útboðið sem við förum í núna er miklu flóknar og kannski meira kræfjandi verkefni því að það er ekki alveg það auðveldast að í heimi að fá að samfæra fjárfesta að fjárfesta í flugfélagi þessum miklu óvissu tímum, sérstaklega fyrir fluggeran og ferðaþjónustugeran og þá snýrist þetta verkefni okkar að sýna fram á að við værum með samkeppnishæft viðskiptalíkan til framtíðar og að okkar viðskiptalíkan hefði veruleg tækifæri til þess að bara standa sér vel á þessu markaði til framtíðar og skila góðum arði og sem betur fyrir tókst það og það var umfram áskrift í útboðinu og við fengum inn ríflega 7.000 nýja hluthafa, það eru 11.000 á milli 11 og 12.000 hluthafa núna í félaginu sem er ótrúlega verðmætt og mikil styrkur fyrir félagi til framtíðar. Þú segir að erfitt að samfara fjárfesta að fjárfesta í flugfélagi en þessir fjárfesta sem komið síðan inn voru í rauninni bara Íslendingar. Já, íslenska þjóðin. Við vorum íslenska þjóðin og algjörlega og sýndi, hvað að segja, stöðning sín í verki og trú sína á félaginu og viðskiptalíkani félagsins og ekki síður bara Íslandi sem flug og ferðaþjónustu lands og sem er mjög ánægilegt. Hvenær serðu fram á í þessu ferli að hlutafjárútboð er að fara, það er eitthvað sem ætla að grípa til? Það er tiltölulega fljótlega í ferlinu. Við eins og öll önnur flugfélög í heiminum fórum mjög fljótlega í viðræður við stjórnvöld út af allan heim eru að koma flugfélögum til aðstoðar vegna þess að flugfélög eru mjög mikilvæg þáttur í innviðum landa og ekki síst landa eins og Íslands. Við erum eyja og við byggjum mjög mikið á öflugum flugsamgöngum og við sáum mjög fljótlega í þessu COVID-ferli að ríkisstjórnir á Norðurlöndum, í Bandaríkjunum og fleiri löndum voru að koma
flugfélögum til aðstoðar með mjög misjöfnum hætti. Í Bandaríkjunum til dæmis hafa stjórnvöld bara verið að dæla inn peningum í formi styrkja. Einhverju tilvikum þetta lán og svo einhverju tilvikum nýtt hlutafé. Uppleggið hér á Íslandi hjá stjórnvöldum hér var við erum til í að skoða aðkomu að þessu verkefni og hjálpa félaginu í gegnum þetta, en það verður gert með ábyrgð á lánalínu, en við ætlum ekki að ábyrgjast innan lánalínu með því safni hlutafé á sama tíma. Getur þú útskýrt fyrir mér hvað ábyrgð á lánalínu þýðir? Já, þannig að við tökum í rauninni svona í stuttumáli lán hjá íslenskum bönkum, Íslandsbanka og Landsbanka, og ef allt fer á versta veg sem að við reiknum að sjálfsögðu ekki með og það þarf að draga á lánið og síðan þurfa bankarnir og við getum ekki borgað tilbaka, að þá ábyrgist í rauninni íslenska ríkið 90% af tapi í bankana. Ok, og þeir setja skilirinn að útboðið gangi? Þeir setja skilirði, að stjórnvöld setja það skilirði, þetta eru mörg skilirði í þessu, það þarf að þeir taka veð í ýmsum hlutum og þess áttar og ýmis skilirði, en eitt af stóru skilirðunum að okkur takist að sína fram á að viðskipta líkanið hafi góða framtíð og að fjárfestar hafi trú á þessi viðskipta líkan og vilji fjárfesta í félaginu. Þannig að við urðum að sína fram á það að fjárfestar væri til í að sína trú sína á félaginu í verki með því að setja nýtt hlutafé inn í félagið, og það tókst sem betur fyrir og þannig að þetta gekk allt saman upp. Já, og til hamingju með það, ég meina þetta var væntanlega bara mikill sigur væntanlega fyrir ykkur, mikil vinna að baki þessa og náttúrulega þið vissu ekkert hvernig það var að fara að ganga, en kom þér þetta óvart að, ég meina hvað það var, 85% umfram eftirspurn? Já, það var, ég man ekki nákvæmlega, hún var talsverð. Já, ég verð nú að segja að þetta kom mér ánægilega óvart, ég átti ekki alveg von á þessu, það voru stórir fjárfestar sem eru mikilvægir á fjárfestamarkaðnum á Íslandi og voru stórir hlutafar í okkur sem tóku ekki þátt, og ef maður hefði vitað það fyrirfram að þeir myndu ekki taka þátt, og þá hefði maður haft verulegar áhyggjur af því að þetta myndu hugsanlega klikka. Þannig að voru aðilar sem þú gerir ráð fyrir að myndu taka þátt sem ekki endilega kannski við gerðum ekki ráð fyrir einum, við vorum bara í viðræðum við alla, vorum að kynna fyrirtæki fyrir öllum, það var enginn búinn að gefa neina skuldbindingu eða segja við ætlum að taka þátt. Þetta gerist bara þannig að við hefum bara útboðsferlið og það tekur 2 daga og við vitum ekki hverjir að fara að taka þátt og hverjir ekki. En við vorum með stóra hluthafa sem við vonumst að sjálfsögðu eftir að mundu taka þátt, og við horfum til þess að væri mikilvægt að mundu taka þátt. En fyrst að einhverjir sem voru inni tóku ekki þátt, en samt gekk þetta svona vel að það var bara frábært og umfram væntingar. Einmitt. Eitthvað sem þú last úr þessum hluthafahóp sem kom þér óvart að, ég meina, hvort að bara aldur fólk sem var að taka þátt, eða þetta kannski eitthvað sem mátt ekki ræða eða? Nei, bara þessi fjölbreytni hópur sem kemur inn að þessu yfir 7.009 hluthafar sem koma inn sem hluthafar, að það kom okkur mjög ánægilega óvart. Við áttum ekki von á því, og við höfum náttúrulega alltaf trú á þessu verkefni, annars höfum við bara hætt í miðjuferli, en þetta var mjög skemmtilegt að sjá þennan dreifða hóp sem að nú er í hluthafahópnu hjá okkur, bara almenningur á Íslandi, og það mjög mikil styrkleiki en líka ákveðin ábyrgð. Við verðum að gera eins vel og við getum í þessu rekstri núna til framtíðar og skila þessum nýju hluthöfum og öllum hluthöfum bara arði til framtíðar. Það okkar verkefni. Einmitt. Og hjálpar ekki í öllu þessu, nú bara velta fyrir mér, við erum að tala svo rosalega fjármálatengt málefni eins og kemur fyrir þegar maður ræði fyrirtæki, en þú ert bara með þessa rosalega fjármála þekkingu á Icelandair. Ég meina, þú ert búin að vera þarna síðan 2008. Þú sem forstjóri, þetta ekki búið að hjálpa að slata? Jú, það hjálpar náttúrulega vel að þekka fyrirtækið vel og greinina vel og en þú veist, maður gerir náttúrulega ekkert einn. Þetta snýst rosalega mikið að allan eins og ég horfi á stjórnun að vera með rétta fólkið með sér, og maður myndi ekki gera nokkuð skapaðan hlut einn og sjálfur, þannig að vera með frábært teymi skiptir náttúrulega öllu máli. Þannig að þó að ég veit eitthvað þá myndi það nú hjálpa mjög lítið eitt og sér, Þannig að þetta snýst heildar teymið og það sem þetta skiptir náttúrulega, það sem skiptir öllu máli í þessu, að bara viðskipta líkan félagsins hefur sanna sig í gegnum tíðina og
og bara trú bæði mín og okkar allra á að tækifærin séu hana til framtíða sem við ætlum að grípa. Það það sem að skipta öllu máli í þessu. Einmitt. Þú ert svolítið svona ólíkur bara eins og þegar Skúli Mogensen var með Wow-Air, hann var svona kannski meira svona fjölmiðla efni og kom fram, en þú ert svona rosa hófær og bara meiri svona endurskoðandi í þér. Það er svona svolítið munur á okkur. Mér og Skúla? Já, það munur á okkur sko, en þú veist, ég ekki minn einast rakið í þessu, ég bara eins og ég og og hef bara unnið í þessum málum bara eins og þau hafa komið til manns og ekki verið að hvað maður að segja, ég er ekki að segja að Skúli hafi verið að setja upp eitthvað leikrit, ég hef ekki verið að setja upp neitt leikrit, ég bara mæti til leiks eins og ég það er bara þannig. En þú ert síðan að leiða áfram starfsmennina og bara hvetja þau til góðra verka, heldur að vinna með þér að vera bara svona nokkuð stabíll og vinnusamur í þessu? Já, ég held að það sé svona til lengri tíma bara, hvað að segja, vera bara, þú veist, náttúrulega staðfastur og segja hlutina eins og þeir eru og viðurkenna mistök og vera ekkert að, bara koma til dýran eins og maður klæddur. Ég held að það sé svona vænlegt til árangus í þessu eins og öllu öðru, bara, að vera maður sjálfur og segja hlutin eins og þeir eru. Ég held að það sé svolítið lykilatrið í þessu öllu saman. Já. Og eins og ég segi áðan að Æslandi væri ekki neitt án alls þessa frábæra starfsfólk sem vinnur þetta snýst mannauðinn og bara heildar teymið. Það er það sem í rauninni að mínum að þið var lykilatrið í því að endurskipulagning tókst og við náðum að safna þessu hluta fyrir að það er þessi frábæri mannauður og þessi þekking sem liggur innan fyrirtækisins. En fólk sem vinnur með það talar að þú sért með rosalegt úthald í gegnum þetta allt saman. Er það bara eitthvað sem að þú byrjaði eftir síldarvinnuna? Ég veit ekki hvað það kemur, sko. Það er ekkert sem maður hefur neitt unnið í, en bara maður hefur alltaf unnið mikið, hugsanlega allt og mikið og svo næja að kúpla mig út, næja að sofa vel og hreyfi mig eitthvað og borða svona sæmilega holt og þannig svona kemst maður gegnum það. Þetta svo einfalt maður. En eins og bara sviðsljósið, hvernig líður þér með að þú ert komin í forstjórastólinn og náttúrulega tekur mikla ábyrgð og þarf að vera forsvari fyrir fyrirtækið, hvernig líður þér með að fá bara, ég ætla ekki að segja persónulegar árásir, en þú ert alveg nafngreindur og þarf að svara fyrir ýmislegt, hvernig hefur þið gengið að díla við það? Mér hefur liðið bara ágætlega með það og gengið vel að díla við það. Maður hefur náttúrulega séð, ég er ekki mikið að horfa svona á kommentin og þetta allt saman, en maður sér, og kannski fjölskyldan sér meira því og svona leiðilega umræðu og allt þetta og við náttúrulega vorum í krefandi verkefni í sumar að semja við okkar flugstéttir, þar sem við vorum fyrst og fremst að verja störf innan félagsins og það var ýmislegt og mikið sem gekk á og margt sem var sagt og í hreinskilin sagt þá bara leið mér alltaf ágætlega, ég var alltaf bara og við að gera okkar besta, en og svona vorum ekki við viljum ekki vera í einhverju stríði við okkar starfsfólk eða munnhöggast við okkar starfsfólk og samstarfsaðila í fjölmiðlum og þess aftar og ekki við bara einn og viljum svona frekar ræða þetta bara inn í herbyggi yfir borðið en það var ýmislegt sem að gekka og ýmislegt sem var sagt og ennþá sagt hjá til dæmis þeim sem að stýra verkalýðsfélögum og þess aftar, en mér hefur liðið ágætlega í gegnum þetta allt þetta ferli, en sem kannski svona fjölskyldan að taka þetta nærri sér, meira nærri sér heldur en ég einhvern veginn næ bara, þú veist það, ef maður gerir sitt besta þá er það bara, þá dugar það mér. Já, og ég meina, ég svona mitt bara velta þessu fyrir mér, bara hvernig, veist það, alltaf einhverjar óþægilegar aðgerðir að fara að fylgja svona bara atburðum og sérstaklega bara að vera í flugrekstri á tímum heimsfaraldurs, bara það er óhjákvæmilega að fara að bitna á, ég meina, hvað margir sem vinna hjá Icelandair eða unnu, er ekki nokkuð 1000 manns? Jú, við þurftum í vor að segja upp ríflega 2000 manns sem var náttúrulega mjög sársauka full aðgerð og mjög erfið aðgerð, en þú veist, ástæðan fyrir því að maður getur farið í svona aðgerð er að maður veit að maður er að gera þetta til þess að koma félaginu gegnum erfiða stöðu og reynir bara að bjarga félaginu og þar lendi að verja störf og við stefnum á að endur á það sem flesta aftur þegar landi fyrir að rísa, þannig að
þess vegna tekst okkur að komast í gegnum og taka þessar erfu ákvarðanir þó að sé ótrúlega sásöka fullt að horfa á eftir frábæru samstarfsfólki sem búið að standa sér frábælega fyrir fyrirtækið í 20 ára. Já, þetta er búið að vera áhugaverðir síðustu mánuðir, en þú svona eins og í byrjun spjallis þá talar gott að staðan var orðin góð aftur, ertu þá í rauninni að tala það í ljósið þess að útboðið gekk svona vel? Staðan náttúrulega ekki orðin góð aftur hvað varðar okkar rekstrar umhverfi, en við erum komin ákveðin stað með efnaðsreikningin og lausafjárstöðuna, þannig að við getum komist í gegnum tiltölulega langt tímabil í mikill óvissu og lítilli starfsemi og verkefni gekk út á það að koma félagið í ákveðina höfn, þannig að við gætum þolað bara ládeyðu inn á sumarið, inn á vorið 2022 og við erum á þeim staði núna, en það er náttúrulega ekki góð stað að vera í með flugfélag, en því að við viljum náttúrulega fljúga og vera með fullt af fólki í vinnu og þessu áttar, og við vonumst eftir því að flugáætlunum sem við erum búin að setja upp fyrir sumarið 2021 gangi eftir, og það þýðir að við verðum að endurráða talsvert tilbaka á þessu áttar og koma inn á ágæti stað. Einmitt, já, það er kannski má ekki glemma því að þó svo voru uppsagnir þá er ykkar markmið að ná fyrirtækinu í fulla starfsemi aftur og fá þetta fólk aftur inn. Algjörlega, þetta snýst bara það og sjálfsögðu á sama tíma verðum við að skila góðum rekstri og arði til okkar hluthafa, þannig að koma fyrirtækinu á sjálfbæran stað. Einmitt. Já, þetta er hansi áhugavert og ég er ánægð með að þú skulle gefa tími að koma og ræða þetta eins við okkur. Er eitthvað svona á döfinni hjá sjálfu þér? Annað sem eitthvað ótengt flugmálum? Já, með prívat? Já. Nei, kannski bara að sinna fjölskyldinu aðeins betur og nú steytist í jólin og svona, maður er væntanlega ekki að fara mikið til því miður væntanlega, til útlanda en þess áttar, þannig að bara sinna fjölskyldinu og eyða meiri tíma með henni, hún hefur stutt mann í gegnum það. Þú ert mikill fjölskyldumaður, eða ekki? Ekki nógu mikill. Ekki nógu mikill? Maður hefur eitt og miklum tíma í vinnuna í gegnum tíðina, en á frábæra fjölskyldu einhver síður. Já, þannig að eða eins meiri tíma með þeim núna. Það er gott. Bogi Nils Bogason, takk kærlega fyrir að koma hérna í spjall, kann virkilega vel að meta þetta og bara gangiði vel með framhaldið. Takk sömuleiðis.